Úlfhildur Úlfsögu hér með októberleiðsögn fyrir Bogmann. Þetta almenn leiðsögn á við fyrir suma, aðra ekki. Svo getur eins gaman að kanna önnur merki úr stjörnukortinu sínu. Það er sérstaklega rísandarmerkið og tunglumerkið. Þau koma sterkt inn. Við byrjum á því að athuga hvaða Bogmann ég er að lesa fyrir. Það er mikið að vera hjá þessu Bogmanni. Margt í gangi, mörg verkefni, margir valkostir og vottar fyrir streitu og kvíða. En það er rosalega mikill vilji, forvitni, námsvísi, vilji til að gera eitthvað nýtt, þannig að þú sækir svolítið í að hafa mikið að gera sannarlegast. Þetta er svolítið svona mörg skemmtileg, spennandi verkefni, en þau segja alveg til sín. Þú ert búin að vera að skapa svolítið fyrir sjálft þig, þinn farveg, reyna að finna út hvað það er sem þú vilt gera, hver þú ert. Þú ert búin að vera mikill sjálfskoðun, mikill svona sjálfsuppgötvun og þaðan kemur svolítið mikið þessi lærdómur og það getur verið mjög ruglingslegt ferli að dempa sér svona í að uppgötva hver maður er og hvað maður vill. En það er algjörlega þess virðis og núna ertu svolítið í, má segja, þeirri pattstöðu að þið langar til að gera eitt en tími er ekki að sleppa öðru og þá lendur svolítið milli steins og sleggju og nærðu ekki að halda áfram. Þannig að það eru sérstaklega einhverjir nokkrir valmöguleikar, kannski 2 valmöguleikar, 3 jafnvel, sem að kalla mjög sterkt til þín og þú ert í valkvíða með í hvor áttina þú átt að fara, í hvor fótinn þú átt að stíga. Að þegar hér gæti líka reynst umbreytingaferli fyrir þig, það er að segja að þú gæti stokkið af stað inn í nýja hringrás fyrir þig og gjörbreytt lífinu. Þannig að þetta er alveg svolítið, eins og segi, það er mikið að gera hjá þessu Bogmanni. Þannig að við skulum byrja á því að athuga, rýna aðeins, fá smá innsýn inn í fortíðina hjá þér. Hvað í fortíðinu er að hafa áhrif á þig, þessar aðstæður, þessar ákvörðunartökur sem þú þarft að fara í. 1 spil, takk. Jæja, það eru það 2 spil. Kíkjum aðeins inn í núið. Fáum nálega ögrun, eitthvað sem er svona að ýta við þér núna á næstunni. Og ráðleggingu. Já, mögulega útkomi. Hérna í fortíðinni þá erum við að sjá mikla elju, mikið þrek, þor til að gera, græja, bardúsa, svona verklegt, svona dúer orku. Búin að vera kannski, ég fæ svona pínu tilfinningu að þú hafir alla tíð svolítið svona unnið eins og skepna, má segja. Og alltaf gert allt af fullum krafti. En hins vegar þegar kemur að sjálfu þér, hvað þú vilt gera, draumum þínum, vonum þínum, hvað þú raunverulega vilt út lífinu, það hefur orðið svolítið út undan að þú hefur alltaf verið með svo brjála að gera eða alltaf verið að vinna svo mikið eða að djöfla svo mikið að vonina þínar hafa orðið að svona algjörum draumorum og orðið óraunverulegt, óraunhæfar vonir. En þær voru aldrei óraunhæfar í raun og veru, heldur var það bara það að þú gafst þér ekki tíma til að fara og reyna að nálgast þær, má segja. Það er svolítið það sem ég er að sjá hér. Voru alltaf einhverju svona stóri draumur, stóra vonir sem urðu að engu af því að þú varst alltaf að gera eitthvað annað, ekki fyrir þig.
varst alltaf einhvern veginn, það kemur alltaf svona bara vinna eins og skepna og hamast eitthvað. Þannig að þá urðu þínar raunverulega vonir hver þú vildir vera, urðu óraunhæfar og urðu draumóran. En núverandi aðstæður eru þær að allt í einu eru einhverju valmöguleikar fyrir þig að þróa þig, þroska þig í átt að þessum draumum og vonum sem þú einu sinni hafðir. Allt í einu er það raunverulegu möguleiki fyrir þig að gera fyrir þig. Þú ert allt í einu að átta þig á því að þú getur valið fyrir þig. Þú getur skapað þér þínar aðstæður, þú getur skapað þér þitt sjálf. Þú getur farið og gert hvað sem er, hvort sem er að læra eitthvað nýtt eða skipta vinnu eða skapa eða stofna fyrirtæki eða hvað sem er. Allt í einu er svo mikið í boði og allt í einu getur þú ráðið í hvað ferðalag þú ætlar í rauninni. Þetta er svona svolítið ögrandi fyrir þig, sérstaklega þegar þú ert svolítið vant í að gera hlutina mikið bara sjálft og bara redda málunum allt upp á eigin spýtur. Og þetta er svolítið ögrandi, finnst mér, að þú veist ekki hvort þú þurfir stuðning við þetta, hvort þú ráðir við þetta á eigin spýtur. En það er alltaf þannig að við höfum miklu meiri stuðning með okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir. Og það er ákveðin ögrun annars sérstaklega í því að þegar maður gerir stórtækar breytingar fyrir sjálft sig, að þá verða oft ákveðin skil í samböndum og kannski ákveðin vinir eða félagar eða hvað nú sem að svona fjarlægjast mann. Það er einhver ótti við það, finnst mér líka til staðar. En ráðleggingin þín er samt að það er verið að hvetja að halda áfram. Þú ert rétt að byrja. Verið að hvetja að halda áfram að finna hvað þú vilt gera, halda áfram að þroska þig, efla þig, mennta þig, læra, hvort sem að óformlega menntun ekki, sækja þér þekkingu, sækja þér reynslu, af því að þú ert á leiðinni í það að skapa fyrir þig. Þú ert að fara að gera raunverulegur skapari í þínu lífi, ekki bara flæða alltaf með í flæða alltaf eftir aðstæðum. Núna ert þú að fara að taka stjórn á þínu lífi og skapa þér það líf sem þig langar að hafa og eiga og skapa þér þitt eigið sjálf, eitthvað sem að í lengri tíma hefur verið draumárar og svolítið svona glötuð von, eitthvað sem að varð óraunhæft. Þú ert bara rétt að byrja og ég þarf að segja þetta við einhvern, þetta á ekki við alla, en aldur skiptir engu máli. Það skiptir ekki máli hvort sem þú ert 18 eða 78 ára, þetta getur líka átt við þig. Það skiptir engu máli hvort gamalt. Þú getur alltaf breytt farveg, þú getur alltaf farið og lært eitthvað nýtt og stækkað þig og byrja að skapa þér eitthvað nýtt. En aldur hefur ekkert með þetta að gera. Við skulum fá smá aukna innsýn hér. Ég er að upplifa þetta sem svona eins svona framhald af því að það ertu með skaparan áframhaldandi. Þetta hlutverk sem er að bjóðast þér núna, það er að segja að gerast skapari í eigin lífi og skapa þér þitt eigið sjálf. Það virðist oft mjög óraunhæft fyrir þig. Þetta er eitthvað sem þú hefur ekki haft tækifæri til áður eða ert í rauninni fyrst að átta þér núna á því að þetta standi til boða. Og þessi uppgötvun er
pínu pressa og virðist kannski oft svolítið óraunhæft, en hins vegar þá eins og ég sagði, þú ert bara rétt að byrja. Fræjunum hefur verið sáð, en þú ert ekki farin að sjá neina uppskeru. Þannig að það þessi tilfinningum og óvissa, kannski verður þetta ekki að neinu. Og ákveðin ótti við að þú sért að færa hér ákveðna fórnir fyrir ekki neitt. En hins vegar þá það bara þannig, fræ þurfa sinn tíma til þess að skjóta rótum og byrja að vaxa áður en þau koma upp á yfirborðið og verða sýnileg. Og það ennþá þessi ögrun, það einhver ótti hérna við einveru og þurfa að vera eitt í sínum málum. En einveran oft okkur mjög góð, sérstaklega það þegar við sækjum í einveran til að líta inn á við, til að kynnast okkur sjálfum betur. Þegar þú upplifir að þetta ferðalag eða þessi breyting sem þú ert í sé of mikil, þá þarftu að minna sjálft þig á það að erfiðasti hjallinn búinn, hvort sem þú trúir eða ekki. Og þú ert komin í nokkuð vel mótaðan slóða fyrir þig. Niðurstaðan sú að með því að vera að skapa þín eigin örlög, þá muntu öðlast mikla hamingju og gleði. Ég ætla að fá hér fyrir þig engil líka. Það verið að vinna með stórum verkfærum hérna rétt fyrir utan hjá mér. Ég vona að það hafi ekki smitast inn í upptökuna. Það hér erkiengillinn Samael. Veldu jafnvíg viðbrögð og bregstu við af visku og þokka. Þannig að hér þarft þú stundum að muna að þú stjórnaði hvernig þú bregst við aðstæðum, framkomu og hlutum. Haltu þér dipló, af því að þegar við erum að taka svona stórum breytingum þá munum við alltaf mæta mótlæti á einn eða annan hátt, og sérstaklega frá í rauninni okkar nánustu, af því að þegar við breytum okkur sjálfum þá erum við líka að breyta heimsmynd hjá okkar nánustu, og það ögrun fyrir þá. Og þá svo mikilvægt að halda bara í þokkan sinn, í viskunu sína og jafnvægi sitt, og vera ekki að bregðast við af reiði eða gremju. Bara muna að þetta ekki persónuleg árás, heldur þetta ótti hjá hinum. Ég ætla líka að fá hér lítið sætt íhugunarblóm fyrir þig. Ég ætlaði bara að fá eitt. Það kemur hér blíða, tenderness, blíða, mildi líka. Og það kemur svolítið að því að vera mildur við sjálfan sig, ekki of harður við sjálfan sig, vera blíður við sjálfan sig. Og líka varðandi hér það sem Samael var að segja, að velja hvernig maður í viðbrögðum. Þannig að þegar þú mætir mótlæti, þegar þú mætir ögrunum, að reyna að halda þínu viðbrögðum gagnvart sjálfur og gagnvart öðrum blíðum. Það þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.